Þá er komið að febrúarleiðsögn fyrir naut. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigið. Við dembum okkur bara beint í lesturinn. Kæra naut. Hér er aðeins verið að koma inn á svona sambönd og samskipti í lífinu. Það er svona í forgrunninum hér og hvað varðar sambönd þá geta þau verið alls konar og alla vegana. Það þarf ekki endilega að vera parsamband eða rómantískt samband. Þetta getur líka verið varðandi vinatengsl, fjölskyldutengsl, meðal samnemenda eða fólki sem maður eyðir miklu tíma með eins og í vinnu og annað. En hér er verið að fjalla sambönd og samskipti fyrst og fremst. En þú átt þér einhvers konar samband í lífinu þar sem að þið vinnið rosalega vel saman, þið er rosalega jafn á vegasaltinu. Það hefur oftar en ekki gengið ofboðslega vel svona að mæta hvort öðru og heilt yfir ofboðslega svona þægilegt og gott samband. En af einhverju hluta vegna þá ert þú samt mjög svona íhugult hvað varðar þetta samband í dag. Að hvað er þetta samband og hvað liggur að baki, eins og til dæmis ef þetta er kannski mjög góður vinur þinn, að þá gæti verið að koma upp hugsunum, er þessi vinátta kannski eitthvað meira? Og sama sinnis að kannski er þetta makinn þinn og þú að velta fyrir, kannski eru þið í raun vinir sem ættu að vera í sitthvoru lagi. Það er að segja að þið séu ekki endilega, passið ekki endilega saman sem par, eru kannski frekar vinir. Það er alls konar svona vangaveltur í gangi. Verið að svona, velta, vega og meta, hvað er þetta samband? Þetta er mjög dýrmætt og mikilvægt samband í lífinu. En það er eitthvað við það sem að þú ert ekki alveg að skilja, ert ekki að ná huganum utanum, svona veist ekki alveg hvað þú vilt með þetta samband. Og einhvers staðar kannski, eins og ef þetta er innan sem vinnufélaga eða svona businesspartner eða hvað nú, að þá eru líka einhverjar hugmyndir svona, er þetta samstarf, er það nóg? Eða er ég að svíkja ef að ég kannski fer í samstarf annars staðar líka? Það er svona alls konar vangaveltur. En það sem er framundan er að þú munt finna mjög skýrt fyrir því svona hverjir eru styrkir og hverjir eru veikleikar þessa sambands og innan samskipta. Eins og segir, það er rosa mikið, það er eins og sért rosalega mikið að vega og meta þetta samband hjá þér. Kannski eru einhver ykkar jafnvel að svona stíga fyrstu skrefin inn í ástarsambandi, að velta fyrir sér, er þetta raunverulegt? Er þetta þetta samband til þess að skuldbinda sig við, vera að vega og meta styrkleika og veikleika? Þegar svo sé ég hérna ótta af þeim líka. Þegar það er einhver ótti í þér, ótti við að festa þig í einhverju sem að gæti mögulega hugsanlega kannski ekki alveg passa fyrir þig, eða ótti við að
stíga út úr einhverju sem að gæti mögulega hugsanlega kannski verið eitthvað frábært. Ég er líka ótti þarna við að særa, ótti við að valda vonbrigðum sjálfum sér og öðrum. Það er svona alls konar, alls konar sem kemur þarna upp. Leiðsögnin er svolítið í því að minna þig á að vera ekki að óttast, að ekki meta aðstæður út frá óttanum þínum. Af því að óttinn, hann hefur þann leiðinda ókost að hann freistar okkar. Hann freistar okkar með svona auðveldu leiðinni út úr krefjandi aðstæðum, með því að fara bara beint aftur inn í einhvern gamlan þægindaramma þar sem við þurfum ekki að þroskast eða breyta neinu. Þó að breyting og þroski mun færa okkur nær hamingju og aukinni hamingju. Það er svolítið alveg svona óttinn freistar til okkar, þannig að ekki láta óttann stýra því eða ekki falla fyrir freistingunni þar að láta það ráða hvað ákvörðun þú tekur. Af því að það er ofboðslega gott í hana. Það vantar ekki. En þá er þetta bara spurningin hvað er réttast fyrir þig í þessu öllu saman. En framundan í það minnsta þar ert þú í styrkleika, þar ert þú svona margeflt sterkara og svona sjálfsöruggt og öruggt með þig, öruggt í þínum ákvörðunum, og það næst með því að vera ekki láta óttinn stýra sér. Af því að ef óttinn fer að ráða og þú freistast til þess að fara bara aftur í gamla þægindarammann, þá ertu ekki að fara að upplifa gott sjálfstraust eða upplifa að þú hafir tekið rétta ákvörðun fyrir þig. Ef eitthvað þá kannski kemur smá skömm upp. Þú þarft að horfast í augu óttann og yfirstíga hann til þess að upplifa svona að þú hafi breytt rétt og upplifa að þú sért svolítið stolt og ánægt með þig. Ég fá smá auka. Af einhverju ástæðu þá er þetta samband að ögra þér. Og þú ert eitthvað að íhuga upphaf og endi í þessu sambandi, hvort eða allavega einhverja breytur og eins og segir upphaf og endi innan sambands. Þú ert í einhverjum ígrundunum hvort þú eigir að halda eða sleppa, skera á tengsl eða auka á þau, hvort þú viljir fara með þetta lengra eða bara call it quits eins og maður segir, hætta. En þetta samband er mjög ögrandi fyrir þig og það er verið að ögra þér mjög mikið tilfinningalega séð og það mun halda áfram þessi tilfinningalega ögrun, en það er einmitt verið svona að benda þér á og hverjar eru þessar tilfinningar þínar. Fattarðu af hverju þér líður svona? Skilurðu óttann þinn? Skilurðu langanir þínar? Þannig er svolítið verið að benda þér á leyfðu tilfinningum þínum svolítið að flæða. Það mun gera mikið vart við sig. Það er framundan að þú munt upplifa tilfinningarnar hátt upp á yfirborðinu. Það er svolítið verið að benda þér á að láta ríða á vaðið, þrátt fyrir að vera óttaslegið, láta óttann ekki stöðva þig. Og það kemur hérna tvöföldun aftur. Sem sagt, koma hérna tveir saman, kóngur í vöndum og kóngur í vöndum, sem mann segir það að ef þú leyfir svolítið tilfinningunum að fleyta þér áfram og leyfir þér að ríða á vaðið og ekki láta óttann stöðva þig og taka ákvörðun þó það ögri þér, þó það reyna á að fara gegnum þennan ótta, að það sem þú munt uppskera er að þú verður ánægt með sjálft þig, þú verður stolt af þinni ákvörðun. Og það er það sem skiptir helsta máli, er að þú sérð það
þrátt fyrir ögranir, þrátt fyrir ótta, að þá getur þú gert það sem að þú þarft og vilt gera til þess að auka hamingjuna í lífinu þínu. Þú lætur ekki innri óttaðinn stýra þér. Það er það sem skiptir svolítið máli. Skulum fá leiðsagnarspil til að taka heim og saman, svo sé ég skilaboðin í lokin. Það er hér uppljómun, enlighten, sem segir að uppljómun er nærri og að tími uppljómanna og upplýsingna, skýrleiki, bíður þín. Þannig að þetta mun allt skýrast. Akkúrat núna þá er svona eins og að sé pínu móða í kringum þig. En það mun allt skýrast og þú munt alltaf skilja meira, fatta meira, átta þig betur og betur á aðstæðum og sjálfu þér. Þú munt skilja betur allt þetta sem ég er búin að vera að segja og allt þetta varðandi óttaðinn, hvaðan hann kemur, hvernig hann hefur haft áhrif á þig í gegnum fortíðina. Og þetta mun, það er svona, verða svona alveg trekk, svona aha moment, aftur og aftur og aftur. Það er að segja, ef þú ferð gegnum óttann og leyfir þennan þroska fram á við. En þá ætla ég að segja að þessari lesum lokið. Ég vona að skilaboðin mér að þið sönnu rétt til þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka fyrir mig og ég þakka áheyrnina.